Linda, þá nú tveimur kvöldum lokið hér í áhugamannadeildinni. Hvernig gengur framkvæmd mótsins núna án áhorfenda? Hún gengur vel, en við söknum áhorfenda. Þú veist, það hefur alltaf skapað svo mikil stemning og, þú veist, og hiti og klapp og læti. Þannig að við söknum þeirra. Þannig að við bara bíðum eftir að geta boðið þeim aftur. Vonandi verður það að einhverju leyti næst, af því að nú ætla þeir að fara að lofa okkur að þetta fari eitthvað að losna hérna hjá okkur. Þannig að við erum spennt fyrir því. En annars er þetta búið að ganga rosalega vel, frábær samstarf bara við alla liðseigendur og knapa og svo að Lendis TV, það hefur gengið bara mjög vel. Þannig að þetta er hægt. Hvað þarf að huga að í svona mótahaldi? Það er ekki allir sem gera sig grein fyrir þessu. Þetta er ekki bara að íta á play. Þetta hlýtur að vera strangt að standa í þessu. Já, þetta er alveg töluvert mikil vinna og það er alveg góð spurning. Af því að fólk heldur þetta einhvern veginn bara að sé hægt að mæta bara samdægurs, en þetta er mikill undirbúningur. Í svona mótaröð er þetta mikill undirbúningur að reyna að finna ykkur sponsora og svo byrjar þetta að finna starfsfólkið og dómarana og auðvitað að fá liðin með. Og síðan er bara dagurinn sem móti er, dagurinn fyrir þá er að setja upp. Þannig að við erum þetta svo heppin inn í spretti, við erum með frábært fólk. Sama fólki er rosalega mikið komið að þessari deild alveg frá byrjun og þannig það er aðalmálið. Nú eru þið hálfnuð með mótaröðinni í ár, það eru 2 greinar eftir. Ef ég skildi það rétt, þá mega allir knappar ríða næstu 2 greinar. Þið hljótið að bíða spennt eftir framhaldinu. Það er mjög spennandi. Þú veist, við ákváðum að vera ekki með skeið í gegnum höllina að þessu sinni. Þannig að þá breyttum við þessu og tökum bara alla í slagtæmi. Þeim eiga að koma allir, en 3 efstu einkunnuna gilda í úrslitin. Þetta verður spennandi. Ég held að þetta verður algjör veisla. Fólk, þú veist, er svolítið svona eins og í 5-gangnum, svolítið hrætt við slagtæmatöldi. Þannig að það eru allir samt eftir að taka þátt til þess að pröfa. Þetta er bara krefjandi fyrir knapa og ýtir fólki að færa sig lengra sem reiðmenn og hlýtur bara að vera gaman að taka þátt í þessu og byggja alla bara hestamennskuna upp út frá þessari deild. Já, ég held að þessi deild hafi nú gert algjörlega kraftaverki því að þú veist að ná fólkinu úr hesthúsunum að fara að keppa og þá nú Maggi sem nú að myndavélinni sem að stofnaði þetta með mér á sínu tíma og þetta er 7. árið og það er bara alltaf sama stemningin og það er sótt í þetta. En maður sé líka að knaparnir eru að þroskast, þeir eru byrjað að keppa í 5-gangi og útigreinum og eru að flytja sig upp í flokka, þannig að þetta gerir öllu gott. Þannig að þú ert bara björt fyrir næstu 2 greinum og framtíðinni? Já, algjörlega. Og sérstaklega ef við fáum nú að fá áhorfendur, þá getum við skapað þessa stemningu. Það er góð stemning, en það vantar klappið og lætin. Frábært, Linda, til hamingju með þetta og gangi ykkur vel næstu 2 kvöld. Já, takk fyrir. Þórður Gretarsson, yfirdómar í áhugamannadeildinni. 5 gangur búinn, 2 kvöld keppnis búinn. Hvernig líður þér? Bara mjög vel. Ég held þetta sé bara í góðu lagi svona. Besti hesturinn vann og mér sýnist þetta raðast bara nokkuð rétt eftir það sko. Hvernig er að vera með, nú eru 7 hestar í úrslitum, þetta er knappt. Hvernig gengur að dæma þetta? Það gengur vel að dæma. Það er eina sem maður getur gert eitthvað mismun ef hestur er að missa gangtegunduna og maður sér þau fram hjá manni. Annars er þetta bara nokkuð jafnt sko. Hvernig undirbúa dómarar sig fyrir kvöld sem þetta? Lesa leiðarann. Það er eiginlega eina sem hægt er að gera. Og mæta vel stemdir, ekki að mæta þreyttir. Þetta er svolítið álag að dæma þessa keppna þegar það eru 3 inn á í einu og það er svolítið keyrsla á þessu. Svo náttúrulega í þessum, við nótumst við 50 gangtegundina skeiðið. Hvernig fannst þið tiltakast hjá okkar áhugamönnum? Ágætlega, svona bestu hestarnir góðir á skeiði, en það er erfitt að ríða skeið svona snemma og á svona velli er bara erfitt að ríða skeið. Þannig að miðað við það þá var þetta bara svona, já, nokkuð gott. Það eru 2 kvöld eftir. Dómarar hljóta að fara heim og fá sér snakk og kók og vera spenntir fyrir næstu kvöldum. Já, þetta bara er á góðu róli. Herðu, frábært mál, takk fyrir þetta. Árið 1970 hófst á efsta tindi Breiðholts bygging langstærsta fjölbýlishúss landsins sem rúmaði ekki færri en 1000 íbúa og útsýnið var engu líkt. Við byggjum á sterkri sögu. BM Vallá.